Komiði sæl, það hefur verið hvöss austan og norðaustanátt á landinu í dag. Hiti fór í 10 stig á nokkrum veðurathugunarstöðum bæði við suðurströndina og eins á Kjalarnesi og það er auðvitað búið að rigna mjög mikið bæði á Suðausturlandi og á Austfjörðum og við sjáum að það er víðáttu mikið lægð hér suður af landinu sem að fer nú ekki mjög langt næstu daga. Það er bæði hæði við Grænlandi sem að heldur á móti því að hún komist til norðurs og önnur hæð yfir Rússlandi sem að veldur því að hún kemst ekki austur heldur. Þessi lægð hún endurnýjar sig svona nokkuð ört og það verður lægðamyndin bæði yfir Norðursjó og svo suður að hvarfi sem að valda því að við erum föst í þessum norðanáttum eða norðaustanáttum hér næstu daga. Það er gul viðvörun vegna vinds í gildi á Suðausturlandi fram á kvöld en annars eru nú ekki viðvaranir í gildi aðrar en að það er hætta á skriðuföllum á Austfjörðum. En eftir því sem að líður á miðvikudag sérstaklega þá dregur nú smám saman á vindi en það er útlit fyrir að verði allhvasst víða land allan daginn á morgun og það verður áfram úrkoma austanlands bæði á Suðausturlandi sérstaklega austan Öræfa og eins á Austfjörðum fram eftir degi á morgun og fram á miðvikudag en leið og vindurinn dvínar aðeins að þá dvínar nú úrkoman líka. Það er skýjað með köflum og smá væta í öðrum landshlutum en líklega þurrt hér suðvestan til. Það er yfirleitt hlýtt á landinu, hiti yfir frostmarki í fyrramálið á suðvesturhorninu og bjartviðri líklega. Það er þó ekkert útilokað að það verði einhver smá ísing ef það eru blautir stígar eða vegir enda útgeislun talsvert í svona veðri en vindurinn hjálpar endar til við blöndun þannig að það er ekki nema þar sem er mikið skjól að við þurfum að hafa áhyggjur af einhverju ísingamyndun. Það er nú líklega ekki slíkar áhyggjur sem maður þarf að hafa á norðvestanverðu landinu. Þar er nokkuð hvasst, vindur fór til að mynda náði sér í 28 metra á sekúndu á tímabili í morgun á Steingrímsfjarðarheiði en var nú svona yfirleitt á bilinu þetta 15 til 18 metrar en það má alveg búast við því að þessi vindurinn svona ná að rjúka upp hér og þar og þá sérstaklega á fjallvegum. Þar má líka kannski búast við slyddu en úrkoman er yfirleitt annars á formi rigningar. Það er svipað sögu að segja af norðaustanverðu landinu, svona úrkoma í víðast hvar á þeim slóðum, áfram þessi austan eða norðaustanátt 8 til 15 metrar á sekúndu, það er slydda inn til landsins til dæmis á Möðrudalsöfum og mögulega í Mývatnssveit en annars staðar rigning sérstaklega á Austfjörðum og það má búast við því að það rigni nokkuð samfellt fram að miðvikudag bæði á Austfjörðum og einnig á Suðausturlandi. Vindurinn þar er einnig nokkuð hvass. Í fyrramáli þá verður nú líklega ennþá 20 til 25 metrar á sekúndu úti við ströndina, allavega á miðunum en dregur mjög hratt úr vindi þarna inn á landi en þó það dragi úr að þá verður samt nokkuð hvasst þarna á þessum slóðum fram eftir degi. Það er ekkert mikla breytingar til síðdegis á morgun. Við sjáum að vindur er ennþá þetta svona 15 til 20 þarna á miðunum og mögulega hvassast á utanverðum Tröllaskaga. Þar verður líklega rigning áfram en ólíklegt að verði mikil úrkoma til dæmis innst í Eyjafirði. Hitinn þetta 2 til 5-6 stig og jafnvel hlýrra hér suðvestan til það sem verður alla jafna þurrt. Þegar það kemur fram á miðvikudag þá dregur smám saman úr vindu og úrkomu. Það er þó ekki alveg úrkomu laust fyrir en kannski á fimmtudag og við sjáum að þá svona minnkar heldur úrkomumerkið en norðaustanáttin viðvarandi þó hún verði ekki jafn hvöss og það fer nú líklega að draga smám saman úr úrkomu og verður sem sagt líka kaldara eftir því sem að líða tekur á. En það verður þessi viðvarandi norðaustan og austanátt hjá okkur eins og þið sjáið næstu daga. Það heldur áfram að rigna á Austfjörðum og Suðausturlandi og einnig kannski víðar á norðanverðu landinu. Má búast við slydduéljum til fjalla, Öxnadalsheiðin til dæmis og Steingrímsfjarðarheiði en líklega þurrt hér suðvestan og vestan til. Verið sæl.